Hamingju, Halldór, þetta var mikill baráttu sigur í sveiflukenndu leik. Já, þetta var bara flott. Ég er bara gríðarlega glaður að við klárum bara leik í Reykjavík. Það er svona númer 1 og 3 sko og tökum hann núna. Það er bara frábært. Ég er gríðarlega stoltur af liðinu mínu. Bara ég má segja það. Við erum ekki búin að vinna neitt ennþá. Það er nú erum við bara 2-1 yfir og við þurfum bara að gjöra svo vel að henda okkur á jörðin aftur og klára þetta einvígi. Við ætlum að gera það fyrir norðan á mánudaginn. Já, það er bara heimaleikur. Þetta slá upp veislu þar. Já, bara, en eins og ég segi, skilu, þetta kemur ekki sjálfu sér. Fjölnisliðið er bara mjög gott og þeir sýndu það í dag að þeir eru gríðarlega öflugir í handbolta og leika okkur grátt í byrjun seinni hálfleiks og mér leist ekkert á þessum tíma, ég get alveg viðurkennt það, en þetta kom. Já, þeir tóku eitthvað svolítið í bólinu þarna í byrjun seinni hálfleiks. Þeir voru yfir 4 mörkum og svo voru þeir skyndilega með 5 mörk í röð, 17-16 og svo aftur 19-17. Það virtist vera sem þeir væru að tapa þessu. Það er rétt, við bara, ég veit ekki hvort það ég segja, við heldum að þetta væri komið eða hvað það væri sko, en úr því sem komið var, þá var ég bara mjög sáttur með að klára þetta skilur og 29-27 og fyrir glaður heim í kvöld. Það er það sem skiptir máli. Það er það sem skiptir máli, það er miklu skemmtilega að gera heim með sigur á bakkinu heldur en ekki. Og þennan vaska hóp stuðningsmanna sem var með ykkur hérna, bæði fólki sem býr hérna fyrir sunnan og sem ferðaði svo með ykkur. Já, það kom fullt af fólki með okkur og við erum alltaf gríðarlega þakkláttir fyrir hennar stuðning og fólki leggi þetta ferðalega á sig og þetta sýnir í rauninni líka bara hversu stórt Þórshjartað er, skilur við, og samheldin í klúbbnum, skilur mig, og það er hvort það sé handbolti eða aðra deildir, skilur við, það var bara, allir að róa í sömu átt og ég er glaður með það.